Sælir, kæru hlustendur, það hlaðvarpið Litli Mallakúturinn, ég heiti Gunnar Ásgeirsson. Ég hef tekið viðtalið fjölda fólks í þessu hlaðvarpi og þegar fólk segir frá því svona hvenær það mann fyrst eftir því að ofþyngd var farið að vera vandamál, þá er nánast alltaf sama svarið. Þetta tengist barnæskunni. En það er þó ekki raunin með viðmælanda minn í dag. Hjalti G. Hjartarson hafði allt frá blautu barnsbeini verið virkur í hreyfingu og líkamlega hraustur, en það er ekki fyrir hann hefur háskólanám að hann hættir allir hreyfingu og fyrir að einbeita sér að náminu í staðinn. Pappa sé hjartalæknir og mammans taugalæknir og hann sjálfur með mikinn íþróttabakgrunn og eins og hann segir sjálfur þá er hann alla tíð notið þeirra forréttinda að hafa þessna alla þá þekkingu sem þarf til þess að lifa heilbrigðum lífstíl, en lífið gerist. Við skulum kynnast tölvunarfræðingnum Hjalta G. Hjartarsinni. Þá er það bara fyrsta spurning. Hjalti G. Hjartarson, hver er maðurinn? Já, Hjalti heiti ég. Fæddur á Íslandi, alinn upp í Svíþjóð. Ólst upp alveg bara frá 6 ára aldri. Flutti tilbaka árið 2000. Út í Svíþjóð, alla mína grunnskólagöngu og er eiginlega tvítyngdur. Vinn mikið á sænsku líka í mínu starfi og svoleiðis, þannig að það hefur haft mikil áhrif á mig. Var út í Örebrú í Svíþjóð mjög lengi, flutti hérna tilbaka árið 2000 þess að fara í háskóla. Ég er með mjög mikinn íþróttabakgrunn sem kannski sem er mjög koma aðeins inn á líka í þessu saman. Var að keppa mjög mikið og æfa mjög mikið út í Svíþjóð í sund og var að keppa bara á efsta leveli þar þegar ég var úti, en það sem gerist ég flytt heim og fer í háskóla hérna á Íslandi og ég er svona cold turkey, bara hætti eiginlega allir hreyfingu í 5 ár. Já. Og það er kannski sagan fyrir því að af hverju ég endaði á þeim staði sem ég endaði á. Og já, ég er tölvunarfræðingur, vinn í fyrirtæki sem heitir Tegra, búinn að vinna þar í 5 ár og vinna aðallega í verslunarkerfum og greiðslulausnum og svoleiðis. Það sinna mörgum stórum fyrirtæki þar í og hef alltaf verið svona í þannig starfi eiginlega, og þeir sem hafa unnið í retail-bransanum vita að þetta getur verið mikið álag, getur verið mikla tarnir, Black Friday, jólin, fyrir sumarfrí, fyrir útsölur og allt þetta, þá er oft mikið álag og mikla svona kistlutarnir, og það er kannski svona litað kannski bara líka hvernig ég er sem manneskja. Ég er svona skorpukall, gerir hlutina á rosalegum svona miklu hraða og lifir stundum kannski aðeins svo hratt. Já, einmitt, að þú talar um afgreiðslukerfi og það er þessar hátíðir og alls konar svona sölu dagar og svo náttúrulega okkar bílar hjá okkur þá bara það þýðir ekkert að bara ég á lausan tími næstu viku, það er bara að koma núna. Nei, ég er eiginlega búin að vera á vakt í 20 ár, það er alltaf að þetta hringir mig, alltaf dag ársins, alla tíma dagsins, og það er svona minn raunveruleiki. Þetta er eitthvað sem ég elska. Þetta er eitthvað sem ég myndi ekki vilja ekki hafa. En þessu fylgir líka samt ákveðið álag sem er ekki fyrir alla. Já, einmitt. Og varst aðeins búin að komast inn á Svíþjóð að alist þar upp og svona þegar þú hugsaði tilbaka, áttirðu bara góða barnæsku í Svíþjóð? Já, það finnst mér. Bara alveg upp í mjög svona heitri fjölskyldu og 2 yngri bræður, þeir eru 6 og 10 árum yngri en ég. Og bara mjög fín æska, þetta er ekki eitthvað þannig, þú veist, maður alveg séð einhvern skerf af einhverju, þú veist, einelti og eitthvað svona yfir ævina, en ekkert samt sem hefur einhver varanleg skaða á mig en eitt svoleiðis, og bara vill meina ég sé afskaplega svona glaður einstaklingur, það er lítið þunglyndi hjá mér og ekkert engin svona tráma sem sitt eftir mér úr æsku en eitt svoleiðis. Nei, mitt, og náttúrulega var það lengi út í Svíþjóð og hefur kannski engan þannig sér samanburð á barnæsku á Íslandi og í Svíþjóð. Heldur þetta sé svona svipað? Eru Svíjar og Íslendingar svona svipaðir í bara? Nei, ég er búin að ala upp strák sem er
orðið 16 ára hérna heima og hann svona næstu því að fara að nálgast hann aldrei þar sem ég flutti að heiman og flutti frá foreldrum mínum til Íslands til að fara í háskóla. Já. Og það svona, mér finnst Ísland mun einsleitara, það mun meira svona hólfaskipt, þú veist, í ákveðnum klíkum, í ákveðnum hópum að gera ákveðnum hluti. Ég var svona íþróttastrákurinn og pönkarinn þegar ég var í menntaskóla. Það var verið að hlusta á pönktónlist og allir tímar fóru einlega í æfingar þegar ég var á þeim tíma, sko. Og það var æfa, borða, sofa, hlusta á tónlist. Það var svona menntaskóla árin mín, sko. Já, og talar svona klíkur, það ekki svona við og þið klíkur, heldur meira bara svona fólk bara hópaði sem þeim verið saman. Já, bara svona fann sér sinn hóp og það voru pönkarnir saman og þeir sem voru í flottu fötunum voru saman og þeir sem voru í merkjafötunum voru saman og eitthvað svoleiðis og það voru alveg líka verri klíkur kannski líka en ég var náttúrulega ekkert mikið í þeim, ég var mikil nörd fyrir það heldur, sko. Já, þannig að þú alveg upp þinn dreng hérna á Íslandi, þú hefur vantarlega einhvern tímann hugsað bara að þetta var nú betra í Svíþjóð eða þetta nú betra hérna á Íslandi. Það kemur alveg fyrir, sko. Þetta er náttúrulega bara annað tími líka. Maður var ekki alveg með sömu samfélagsmiðla á þetta dóttir í 1998 og 7, sko. Nei, nákvæmlega. Og ég segi nú bara kannski sem betur fyrr. Ég myndi ekki vilja sjá mína statusa síðan þá. Núna. Þannig ágætt að það sé bara ekki til. Alls ekki. Já. En þú síðan kemur til Íslands, flytur þá fara á foreldrum að ferða í háskóla og það er svona þá, það er búin að koma inn á það er svona þá sem að þér finnst þá sem að þú ert að byrja svona að hætti, allir hreyfingu. Já, hætti allir hreyfingu og ég náttúrulega, eins og segi, ég var í hvað segir maður, mjög miklum æfingum þegar ég var úti. Ég var að æfa 14 til 16 sinnum í viku sund. Og þú veist, inntaka á dag var sannleikstur 7-8.000 kaloríur af mat og þegar þú hættir allt í einu að æfa bara á einum degi þá ertu ekki að hætta að borða endilega jafn mikið eins og þú búin að gera, þú borðar jafn mikið en þú bara hættir að æfa og þá fer þetta bara á eitt veg, sko. Það hefur verið, ég held bara á fyrsta árin held ég að ég bætt á minn eftir 30 kíló, sko. Já, einmitt og talar fyrsta ári, þetta er 5 ára nám, er fljótlega sem að þú ferð að hugsa svona þetta er að verða vandamál, eða? Nei, þetta er rauninni bara því ég kem heim eftir fyrsta árið þegar ég heimsókn til foreldra minna úti, þá fá þau svolítið bara svona áfram, shit, hvað varst að gera? Já. Bara fer frá því að vera bara mjög stór og sterkur yfir því að koma tilbaka bara sem bolla og það bara svona, þú veist, gekk alveg slit í húð og allan pakkan og bara þetta gekk svo rosalega hratt fyrir sig, sko. Já. Þannig að þetta var alveg svona, ég fekk alveg svona smá wake-up call hjá þeim en það var samt einhvern veginn ekki nóg til þess að, hvað segir maður, gera eitthvað í því. Það var einhvern veginn bara motivationið að byrja að æfa aftur var einhvern veginn bara rosalega langt í burtu og bara að vera í háskóla einmitt í 4 ár var alveg, þú veist, það var alveg strembi, ég var að læra íslensku því flyttingað, þú veist, félagslega var þetta ekkert alveg auðvelt heldur, þú veist, ég var ekkert með mikið af félögum, þú veist, ég komst alveg inn í einn ágætis vinahóp, en ég var samt alltaf útlendingur í hópum, sko, ég talaði ekkert fullkomna íslensku, ég skrifaði en ekki fullkomlega og ég, svona, maður getur alveg sagt að félagslega hafi það verið alveg svolítið ströggt, sko, að koma sér inn í samfélagið, svona, mæta þetta einn og ekki með stuðningsnetið með sér og bara fara út því að vera með mjög svona heilstertan og góðan vinahóp út í Svíþjóð og koma sér inn og vera bara aleinn og vera einmitt, ég var yngri líka út í að menntaskólinn út í Svíþjóð er búinn, hann var bara 30 ára, þannig að ég var alveg sko svona 1 til 4 árum yngri en næstu allir sem ég var að umgangast í skóla. Já. Og þegar þú ert 18 ára gamall þá er það rosalega mikið og þeir fara kannski út að skemmta sér og þú kemst ekki inn á skemmtistaðinu. Sko. Já, nákvæmlega. Þannig að þú svona félagslega einangurinn í því var alveg talsverð. Sko. Já, og ég myndi sko, maður líka í dag að því svo aðeins ræðum aftur þessa samfélagsmiðla, þú veist að maður tekur allavega þessum með mig, ég tek ekki alltaf rosalega mikið eftir því þegar ég hef ekki hitt manneski mjög lengi, maður er að fylgjast með á Facebook og eitthvað á Messenger og svona, þú veist, og maður pælir svo allt í einu bara, hefur við hist eitthvað síðasta árið, þannig að það er ekki svona svipa með þetta, það er ekki komin í samfélagsmiðlar akkurat þarna og þá er einmitt
svona fjölskyldan ekki þannig að segja að fylgjast með þér innan gæsalappa á samfélagsmiðlum með myndum eða neinu svoleiðis, það bara kannski símtöl og svoleiðis, þannig að einmitt það oft talað þetta, stundum þarf fólk aðeins að fara eitthvert til að koma aftur til að fólk fara að sjá einhverja breytingu. Já, og það alveg þannig, sko. Alveg klálega. Maður finnur einmitt að það sé alveg, þú veist, þetta var ekki allt annað dæmi þarna, sko. Ef einmitt sko félagslega stuðningsmiðið hefði verið nærmanni þarna á þessum tíma, þá hefði maður kannski brugðist hraðar við og gert eitthvað í þessu, sko. En þarna var einhvern veginn, maður svolítið einn og það breytti svolítið hvernig þetta byrjaði allt saman, sko. Já, einmitt, og þetta kannski líka eitt eins og með þig bara því nú búin að spjalla við bara alls konar fólki þessu hlaðvarpi, að kannski svona, þú þurfum ekki einn af fáum sem að sko eiginlega alltaf þegar maður spyr svona hvenær þetta allt saman byrjaði, fólk fyrir alltaf að tala barnæskuna bara þegar það er bara mjög ungt. En þannig þú eiginlega sko, þetta er rauninni frekar þegar þú kom í háskóla sem að byrjar að vera eitthvað svona innan gæsleppa vesen. Klálega, sko, ég held bara að það að ég hafi verið í svona miklum æfingum hafi gert það verkum, þetta var aldrei vandamál. Þetta hefði sennilega alltaf orðið vandamál. Já. Þú veist, ég horfi bara á fræðin minn allavega, þeir eru í sömu vandræðum og ég var í. Og eru orðið eldri, sko, þeir hafa ekki verið jafn mikið í íþróttamófliðis, en það er alveg klálega, þeir hafa alveg verið, þú veist, við höfum allir þennan djöful að draga að vera að berjast við þyngdarstjórnun. Jú. Þannig að það er alveg, þú veist, ég held að ef ég hefði ekki verið að æfa svona mikið, það hefði verið í sömu vandræðum, sko. Já. Það var bara, það að hafa verið settur í þessar æfingar og hafa haldið þessum æfingum áfram á þessum tíma var alveg þess gert að seinka þessu klálega. Já, algjörlega. Og hvernig, svona, þú ert í háskólanámi og ert farin að sjá kannski á einhverju tímapunkti þarna bara að þetta sé að verða einhvers konar vandamál. Hugsaður og bara, ég bara byrja aftur að hreyfa mig og bara gera aftur það sem ég fyrir að gera og það redda í þessu. Nei, sko, ég held í alvöru á meðan ég var í háskólanum og þá hugsaði ég ekkert þetta. Ég var bara að hugsa allt aðra hluti. Já. Það var einhvern veginn bara, þetta fór bara einhvern veginn, ég bara hunsaði þetta algjörlega. Ég var bara að hugsa allt aðra hluti þegar ég var í háskólanum. Þetta er rauninni ekki bara fyrir en ég, sko, bara því ég hitti konuna mína sem að ég svona fer að hugsa, ok, ég fer kannski að gera eitthvað í þessu. Þú veist, mér bara líkamsímyndin mín var orðin léleg, þú veist, ég horfði ekki á mig í spegli, ég labbaði svona, þú veist, það var svona asnalegir hlutir, sko, þú veist, ég er alltaf svona líglað, ég er alltaf skemmtilegur, ég er alltaf glaðistrákurinn, sko, þú veist, það er bara svona þessi stereotypical happy fat kid, sko, en síðan þegar þú ert einn einhvern veginn að berjast við í hausnum á þér, þá er sjálfsmyndin einhvern veginn alveg horfir, þú horfir ekki á því spegli, þú svona lappar jafnvel fram hjá speglum og horfir ekki á það, veist, og bara hunsar þetta svona mjög markvisst, en samt á þess að pæla í því, sko. Þú veist, hausinn á þér er bara að plata þig alla leiðin í bankann, sko. Já, algjörlega. Ég spyr einmitt alltaf fólk að þið líka hvort það hafi orðið fyrir, sko, fordómum vegna þyngdar, en þú kannski þekkir það ekki alveg frá, sko, allavega barnæskunni. Ekki frá barnæskunni, sko. En svona, þegar þú komin á þennan stað þarna, ertu þá, þú talaður áðan að fjölskyldna bara býtu hvað er að frétta, hvað varst að gera, en kom þetta víðar? Varst að fara að fá allt í einu athugasemdir, bara svona, hvað gerðist? Nei, ekki mikið, sko. Nei. Og ég myndi ekki segja það. Ég hefði eiginlega svona frekar kosið það eftir á, sko, að fólk hefði bara sett svolítið fótinn niður gagnvart mér og því ég var sko flakkt að hunsa þetta sjálfur, sko. Og bara, þú veist, ekki að gera neitt í þessu. Þú veist, og því að ég segi, ég er með íþróttabakgrunn til þess að gera eitthvað í þessu. Þú veist, það þarf ekki að kenna mér hvernig ég á að missa kíló, sko. En það er svona, fólk var eiginlega meira svona bara að kóa með þessu, sko. Og var eiginlega bara meiri meðvirkni sem að gera þetta eiginlega bara verra. Já. Í mínum huga, sko. Sko, og hvenær síðan, sko, þú ferð síðan á, í aðgerð, en hvenær er þetta komin á það stig? Ertu búin að vera að prófa eitthvað annað áður en aðgerð er tekin? Já, sko, ég er 2006-07 þá fyrir í bootcamp sem var æfingaraðstæði í Reykjavík og er ennþá held ég misti þar einhver 25 kíló. Ég er búin að keppa í hjólreiðum
ég er búin að vera að keppa í sundi og ég hef tekið svona skorpu, sem ég sagði, svona, ég er svona skorpukall og ég hef tekið svona skorpur sem ég mist kannski 20-30 kíló bara á mjög stuttum tíma. En einmitt þegar að ég veikist, þegar að ég fer í sumarfrí, eitthvað, þú veist, kemur eitthvað sem stoppar rútínuna hjá mér og þá verður þetta stoppað og ég enda á verri staðin ég var fyrir. Ég myndi segja að svona síðastliðin 20 ár er ég örugglega búin að missa svona 150 kíló og búin að bæta á mig svona 150 kíló. Einmitt, já. Þú veist, ég er búin að vera jójó alveg rosalega og pabbi minn er hjartalæknir, mamma mín er taugalæknir sem svona, kannski segir svona hvað maður fara að heyra þegar maður er að gera sjálfum sér þetta, sko, þú veist, þau halda alveg fyrirlestrana. Já, einmitt, það er bara alveg bara tími á heimilisnækni bara á hverjum degi í rauninni. Já. Og það er bara, þú veist, að þessi svona jójó megrun, bara það sem hefur heyrt bara frá þeim, bara þetta er, þú veist, pabbi endaði bara ekkert með að segja þetta við mér, þess að ég kom 30 ár síðan bara, þú ert að drepa þig. Bara, þú mátt ekki gera þetta, þú veist. Þú veist, ég get mist 30 kíló bara á geðveikinni, en ég er jafn snöggur að bæta svo. Og það er henni sama síðan, því ég prófa fyrir 3 ár síðan eitthvað sliðist, þá prófa ég fyrst að fara á Ósundbekk. Og geri það bara á eigin kostnað, er ekkert með einu niðurgreiðslu eða svoleiðis og henni bara fæði þetta bara útskrifað á mig og byrja að taka þetta og þetta alveg svínir. Verða að fórnast í 20 kíló bara á nótæk. Mér leið hræðilega á þessu. Þetta var ekki bara, sko, þú veist, ég var með bara svona kviðverki, ég var með hægðatræðu, ég var með bara allt að leiðilegasta sem að tengist í að vera á þeim lyfjum einhvern veginn, sko, ég var reyndar ekki mikla ógleði, en svona alveg, ég var með allan pakkan til, og svona, hvað segir maður, orka mín til þess að æfa eða viðhalda eitthvað svona þolíþróttum eða einhverju svoleiðis bara algjörlega hvað. Ég gat ekkert einhvern veginn parað þetta saman við það að vera í þolíþróttum eða þannig. Og svo ákveði ég bara einhvern veginn að til mér bara, þú veist, ég hef komið nóg af því einhvern veginn bara á 4. mánuði að vera bara ekki geta farið á klósettið basically. Þá tek ég bara ákvörðun að hætta þessu. Þá bæti ég mitt á mig bara 30 kílóum og no time. Þú veist, það kom bara hraðar tilbaka en ég náði ekki einu svona blikk. Og þá nægi svona þessum eiginlega hæðsta punktum mínum, svona sem ég var einhver 150 kíló, ég er 184 á hæð. Og einhvern veginn bara svona, þú veist, guð minn góður, þetta er bara ég komin á ennþá verri stað, ég er bara að hrjóta, bara kæfisvefn, orkuleysi, bara það var einhvern veginn allt farið, bara að illt í knén, illt í ökkla, ég greinist með það sem heitir hemokrómatósa. Sem er sem sagt, þú safna járni og þú vilt yfirleitt hafa sem sagt þetta ferritín-gildi sem heldur margir sem að fara í þessu aðgerð en þeir eru ofta að fylgjast með ferritín-gildinu sínu en þú vilt hafa það svona í kringum hámark 150, lágmark svona 30 og ferritín-gildi mitt var sem sagt 2500. Þegar ég svona greinist með þetta, ég vissi í rauninni að ég væri arfleitt með þetta bara út í með læknaforum þau, bæði greinist með þetta og eitthvað sliðis, en ég ákvaði eins og svona góðum hunsara er að hunsa þetta bara og ekki vera að gera neitt í þessu. Það er svona ákveðið kannski þema hjá mér. En síðan því ég lóksins bara til að finna að ég sé komið með verk í liði og bróðir minn er búin að greinast með þetta og var mjög hár líka og ég er þarna með 2500 ferritín-gildi, þá ég fara til læknis og hann segir bara, sko, þetta er nú bara mjög slæmt, við þurfum að fara í aftöpun, tappaði blóði þarna í bara á 2 til 3 vikna fresti, bara þannig þurfum að koma þér niður. Þetta er bara að hafa áhrif á seglu blóðsins hjá þér og þú ert bara basically að ryðga að innan. Þannig að þetta mun hafa með sér bara lifrarskemmdir og það mun bara gera svona okkur hratt ef við gerum eitthvað í þessu. Og það er svona eiginlega fyrsta, hvað segir maður, svona wake-up call, að nú er heilsan að fara að gefa sig, ef ég geri ekki eitthvað í hlutunum, þá fer ég að fá lifrarskemmdir. Það mun enda með því ég fá nýrnaskemmdir og þú veist, þá horfi ég bara fram á það, ég er sennilega ekkert mikið meira en 60 ára gamall. Þú veist, og þá væri bara, ef ég væri, þá er ég bara mikið meira en 60 ára gamall. Og það er svona, myndi ég segja wake-up callið, að bara að gera þetta.
og ég spyr einmitt læknir minn þarna, blóðlæknir minn, ég menn þetta heitir innkirtlasérfræðingur eða eitthvað líka, hvort að hann mæli með því, þá ég búin að vera á Ozempic, sko, hvort að hann mæli með því að ég fari bara í aðgerð, og þetta kemur svona frá mér, og hann segir bara, það muni bjarga lífum, bara svona nokkuð, bara svona, ef þú gerir það, þá mun það bjarga lífum, og ég segi, þú veist, er eitthvað, ég spyr læknirinn að því, þú veist, er eitthvað sem segir það að ég ætti ekki að gera það, og hann yppir í öxlum og segir, nei. Þannig ég byrja að lesa og ég byrja að hlusta á podcastið á þér og svo heyri ég mitt af 2 strákum sem ég þekki, annar fyrir Ermi hjá klínikinni og hinn fyrir hjáveitu í gegnum Landspítalann, hjá honum Hirsti út í Malmö. Og þá svona, ok, kallmenn gera þetta líka. Það var svona, eins og þetta var hljómar, sko, þú veist, það eru líka kallmenn sem fara í hjáveitu aðgerðir og magaermis aðgerðir. Og því ég virkilega hafði, þú veist, nú tel ég mig vera svona frekar opin, með frekar opið mindset, sko, en þetta var svo langt frá mínum hugsunum þegar ég heyra einmitt af þeim að gera þetta, að kallmenn geta líka farið í þessu aðgerðir, að þetta sé ekki bara fyrir konur. Og þegar konur eru miklu opnari með þetta. Algjörlega. Ég bara veit það með þetta hlaðvarp hérna að það er mun auðveldara, konur eru miklu meira að hafa samband með og vilja mitt segja sína sögu hérna. Og einmitt þetta með að það er líka mikill meirihluti bara af konum sem fer í þetta er miklu hærri prósenta af konum sem fara í svona aðgerðir og það hefur ekkert með það að gera að konur séu svona miklu sko, með svona miklu verra BMI eða eitthvað heldur en kallmenn. Þetta er alveg jafn stæmt af kynjónum en ég held að bara við kallmenn erum meira svona hundsita og pælum ekkert í þessu. Þetta er reddast, þú veist, og ég bara fyrir mig út úr þessu setna. Þetta kemur bara ekkert inn. En svo er það bara einhvern veginn, þú þarft einhvern veginn, við erum bara þannig svolítið kallar almennt að við þurfum bara svolítið að rekast á vegginn og segja bara, vinnur, þú ert bara að deyja ef þú gerir ekki eitthvað í þínum mál. Þá er það svona, ok, nú þarf það ekki, nú bara finnum við út úr þessu. Já, einmitt, nákvæmlega. Og þessi, hérna, hvað kallar hann, blóðlæknir eða svoleiðis, sko, við erum ekki alveg titilinn á honum. Þessi innkirtlalæknir, já, sko, er það hann sem að sendir beiðni áfram fyrir þig eða? Nei, ég nefnilega fer eftir þetta samtal við hann og ég talaði þessu pálminningar sem ég hjartalæknir að þá hef ég samband niður á klíník og þetta er í maí í fyrra sem ég gerði þetta fyrir ári síðan. Það er akkurat ár núna sem ég er fyrir aðgerðina og í maí, þá það er 1,5 ár síðan, þá fer ég viðtalinu á klíník og þá einmitt fæ ég þetta svona, já, þú getur komið á 50-daginn. Þetta var á mánudegi, sko. Og hvað kom bara í aðgerð á 50-degi? Já. Ok. Og ég svona bara, nei, ég ætla nú aðeins að undirbúa sjálfa mig hérna, andlega og líkamlega og svona aðeins að hafa vit fyrir sjálfa mig núna og ekki bara drífi í þessu, heldur ég ætla svona aðeins að fá að gera þetta með heilum haus. Og mér finnst það svona vera kannski, þú veist, mér finnst alveg, þú veist, mér finnst ég vera andlega undirbúin í þetta og mér þótti ég geta svona undirbúið mig andlega fyrir þetta nokkuð vel með þeirri hjálp sem ég hef, þú veist, þeim forréttindum sem ég hef bara á mínu heimili. Já. Þú veist, ég er með á þekkingu einhvern veginn frá minni fjölskyldu og bara frá mínum reynslum, bara sem bæði íþróttamaður, ég er varaformaður Hjólreiðasambands Íslands, ég er yfirmaður landsliðs- og afreksmála hjá Hjólreiðasambandinu og er, þú veist, tek mikla þátt í mikið að þjálfum bæði sundi og hjólreiðum og í hinu og þessu og svona, þú veist, hvað segir maður, ég er svona, ég hef alveg, mér finnst ég hafa svona ákveðið forréttindi, það kemur að því að ég veit rosa mikið æfingar, mataræði og ég veit alls konar svona, en ég veit líka hvernig hausinn á mér funkar. Og ef ég hefði bara drifið í þessu og farið í þetta beint, þá hefði þetta sennilega ekki endað jafn vel og þetta búið að gera allan á fyrsta ári hjá mér, sko. Þetta hefði verið miklu erfiðara dæmi. Þannig að ég segi það en ég vil gera þetta eftir sumarfrí, þegar ég gera þetta og mér finnst það vera svona,
þú þarft að setja fólk í gegnum ákveðið bara prógram þegar það að fara í þetta. Og mér finnst að vera bara mjög ábyrgt hjá læknum og hvort sem þessi einkaklíningin eða hvort þessi að fara til Tyrklands að gera þetta eða Lítáen eða hvort þessi að gera þetta gegnum Hjörtu og gegnum Landspítalann. Það finnst mér mjög mikilvægt að þurfa að vera ákveðið prógram og það þarf að vera nokkra mánaða prógram. Sama hvað, Algjörlega, sko, þó það er náttúrulega hægt að fara ekki ennum með Reykjalund og hennar Erlugerði hjá mín besta heilsa og það er fólk vel undirbúið undir þetta, þá náttúrulega taka sjúkraþjálfara líka þátt í þessu. Ég alveg sammála sko, með samt eiginlega ekki þó að fólk ætla bara að borga fyrir þetta sjálft. Það má ekki peninga vera eina ástæðan fyrir þú getur farið í þetta. Það verður eiginlega að vera með eitthvað prógram. Þú þarft virkilega að gera það. Og mér þótti mitt þegar ég sagði bara, hey, róm og græðist, ég vil gera þetta bara eftir sumarið og ég get að nota sumarið til sumarið. Það sem ég gerði yfir sumarið var bara, ég las mér úrslega ekki til. Ég bara, fór í gegnum í rauninni bara hvað var framundan, hvað ég þurfti að gera, ég var að undirbúa, hvernig ég ætla að hafa, hvernig maturinn átti að vera eftir aðgerð, hvernig það er 2 mánuði eftir aðgerð. Ég var með ákveðið markmið þegar koma bara hvernig mér langar að líta út eftir þetta, hvernig mér langar að fúnkera eftir þetta. Og ég setti mig, langtímamarkmið, ég setti mig skammtímamarkmið og bara setti mér bara ákveðna reglur og bara girðingar í kollinum á mér, bara til þess bara að ég gæti díla við þetta. Þetta er náttúrulega rosaleg breyting á bara hvernig þú ert hvernig lífið þetta er. Það breytir daglegum degi mjög mikið. Þetta er ekki bara eitthvað svona, þetta er ekki töfralaust, þetta er erfitt. Og það finnst mér líka að vera eitthvað sem að, sérstaklega ef maður er að horfa á þetta, sko, maður lesa á Reddit, maður er að lesa blogg, maður er að hlusta á podcast. Og mér finnst fólk oft, mér finnst þú ekki vera þannig, mér finnst það mjög mikilvægt hvað það komið fram, en fólk gleymir í pínu að þetta er fucking erfitt. Þetta er mikil breyting, þú þarft alveg að vera svolítið svona pínu klikki í hausnum til þess að geta dílað við þetta og vita hvert þetta fara. Og þegar þú getur ekkert farið oft í þetta. Þetta er ekki bara svona einhver töfrapilla sem bara, hendum okkur bara aftur í þetta, gerum bara aðrar hjávitur til þess að halda áfram og þetta gekk svo vel síðast. Þetta er ekki alveg þannig sem hlutinni virkar. Nei, nákvæmlega. Og mér finnst það að vera svona það sem þarf virkilega að brýna fyrir fólki sem að fara í þetta og sérstaklega þeim sem ekki alveg nógu vel andlega undirbúinu fyrir þetta, bara hvað þeir að gera við sig, hvað er að spáði, hvert ætti það að fara. Einmitt. Ég veit til dæmis eina manneski sem að, ég held ég örugglega sagt áður frá því henni þessu hlaðvarpi, til að sjá svo nafngrein ekki fólk, en ég veit manneski sem hafa búin að fara í hjáviti á Íslandi fyrir þú veist, ekki 10 árum síðan eitthvað, fór aftur út bara í útlöndum eitthvað í svona, man ekki alveg hvar og fór aftur þar og það veit enginn þann úti að það sé búið að fara í svona aðgerð áður. Ég veit eiginlega ekki hvað, þegar fólk sem komið út til útlanda aftur í svona aðgerð, það hlýtur að sjást eitthvað inn í manni, bara þetta er eitthvað, manneskjan fæddist ekki svona. Nei, ég meina, þú veist, við erum með hefti inn í okkur, sko. Þú heyra þarna. Það er einhvern veginn bara, ég veit það ekki, ég veit ekki alveg hvernig þeir tekst einhvern veginn að gera það, og það er einmitt, Já, en þú segir þetta, þú ætlar að gera þetta eftir sumarið og hvað fer þá, hvað ferli fyrir þau í gang? Færðu eitthvað gögn eða færðu eitthvað frá þeim til þess að... Já, og bara, fekk bara mjög mikið af lestri, þú veist, og var í samskiptum við hana Bríeti hjá klínikinni og hún fær bara þvílíkt hrós frá mér, hún er æðisleg, hún er hröð að svara öllum fyrirspurnum sem ég hef haft, mjög hvetjandi og mjög lausnamiðuð í öllu sem hún hefur verið að gera með mér og mér finnst hún bara, þú veist, öll mín samskipti við klínikina eftir þetta hafa verið bara frábær, sko. Já. Þannig að, og það er einhvern veginn bara allt planið fyrir eftirfylgni þeirra svöru spurningum allt svoleiðis hefur bara verið alveg til fyrirmynda. Já. Hvað er það síðan, sko, sem að það er náttúrulega til nokkra gerðir af þessum aðgerðum að hjá utan á erminn, ég held nú að segja allir vonandi hættir að gera maður bandið, sko, var þér rálagt eitthvað sérstök aðgerð eða fékkst að velja? Með stundum eins og fólk var bara að velja algjörlega á því hvort að það hendi eitthvað fólkinu svo aðgerð? Hann mælti með sem sagt, það sem heitir mínihjávita fyrir mig.
og það komir henni bara eftir svona ákveðin spurningalista sem hann spurði mig í viðtalinu þar sem við fórum bara yfir svona bara mína sögu, þú veist, ég var ekki með mikið bakflæði, ég hef ekki verið með nein, þú veist, vandræði með magan á mér á neitt hátt. Ég var að leita að, þú veist, ég var eiginlega svolítið á móti því sjálfur að fara í ermina. Einfaldlega bara út því ég þekki sjálf á mig hvað ég þú veist, ég þarf að vera strangari við sjálf á mig, ég þarf meira, held ég. Þú veist, og því að mér finnst svona þetta, ermin finnst mér hafa bara, og þetta bara mín skoðun, ég ætla bara að segja það bara strax hér og nú, mér finnst hún ekki hafa ennst vel hjá þeim sem ég þekki sem hafa farið í ermin. Nei, það líka eiginlega bara það að máli að þegar fólk komið yfir ákveðina þyngd og búin að vera í einu lengi, þá ræður ermin bara ekki eins vel við að, hvað maður segja, halda manneskjunni á réttum stað eftir svona aðgerð. Nei, nákvæmlega. Og það eins svona bara, þú veist, ef ég hefði valið sjálfur og ekki vitað mínihjávituna, þá hefði ég sennilega beðið að fara í hjávitu. En eftir að hann kynnti fyrir mér einmitt sko mínihjávituna og þá kosti og galla sem hún hefur, og hann fór alveg yfir kosti og galla og sérstaklega eins og varðandi magasár sem geta komið upp og svoleiðis. Og þannig, hann var ekkert að fegra neitt þóttum mér. Nei, ég verði eiginlega viðurkenna það bara sjálfur, ég náttúrulega veit allt það hvernig sko hjáveit hann ég bara ekkert alveg klárað því hvað mínihjávita miðað við venjulega hjávitu. Hún rosa svipuð, það bara minni hætta á garnaflækju eftir mínihjávituna. Og þegar þetta rauninni ermi plús hjávita. Já. Það rauninni, sem sagt, þú tengir þetta þar inn. Ég ekki með myndir fyrir fram mig, en það einmitt þau senda alveg svona mjög góða lýsingar á þessu í upplýsingaheftinu og svoleiðis frá klíníkinni. Já. Bara mandi hvernig hún var, sko. Já, nákvæmlega. Ég bara mandi, ég búin að taka viðtal líka við henni Erlugerði, sko. Ég spurði það, ég bara spurði ekki nógu vel út í munin á þessu þar, en hún samt ekkert, sko, hún Erlugerði alltaf að sagði mér þessu viðtali samt að þessi míni hjá þetta ekkert míni neitt, að hún sé bara rosalega stór aðgerð líka, og það sé rauninni, bara að þetta sé eiginlega rangnefni að kalla þetta míni hjá þetta. Já, og það alveg þannig. Það ekkert míni við þessu aðgerð. Nei, nákvæmlega. Þú ert í rauninni að gera meira enn í venjulegri hjá þetta. Já. Þú ert í rauninni, og þú ert líka að gera í rauninni sko magaermi og þú tengja framhjá efsta hlutur af smákirkninu. Já, nákvæmlega. En þá allavega ákvörðun tekin hjá þér, það hjávita eftir sumarfríið og hvernig sko bara þetta sumarfrí þarna sem þú ferði í, þú ert vantarlega í bara það að hugsa hlutina svolítið bara hvað framundan? Já, ég tek það ákvörðun eiginlega að það sem mig langar að gera í þessu sumarfríi að reyna að létta mig og það sem að einmitt oft talað sérstaklega í Bandaríkjunum finnst mér að út af því ég með þessi lifravandamál að það svona að sykurtæma lifrina, glúkósatæma lifrina nokkuð vel. Þannig ég að fer á bara hálfgert keto yfir sumarið. Ég að hreyfa mig sletta, ég mikill veiðmaður, ég mikið í stangveiði og svoleiðis og ég fer inn í það að ég bara að labba á hverjum einasta degi. Ég labba 5 til 7 kilometra á hverjum einasta degi, allt sumarfríið og að veiða og bara mjög aktífur allt sumarfríið. Og yfir þetta sumar þá missi ég alveg 10 kíló mjög markvisst bara fyrir aðgerðina. Bæði til þess að vera í líkamlegu ástandi fyrir aðgerðina, þess að gera aðgerðina auðveldari fyrir mig. Mér finnst það líka vera því í rauninni betri formi sem kemur inn í hvaða aðgerð sem þú fara í, því betri endurheimtun það eftir aðgerðina. Og það var einhvern veginn bara svona, ég setti mig bara það markmið yfir sumari að það sem bara frá því í maí, fram í september, þá ætla ég bara að gera þetta, bara skera niður í latansykur og ég ætla bara að reyna að hreyfa mig eins mikið og ég mögulega geta. Já, nú eitthvað alveg viss það einhverju sem að hlusta hugsa að ok, hann fór hann og tók að sér þessi 10 kíló bara yfir sumarið, akkur hélt hann þessi ekki bara áfram, en bara það nefnilega þessi efnaskipti í líkamanum. Líkamið þinn ætlar ekkert að
hann langar aftur í þessi 10 kíló sem eru farin. Hún langar rosa mikið í þessi 10 kíló. Það er alveg. Og það einmitt ástæðan fyrir því að svona á læknamáli það farið að tala svolítið efnaskipta aðgerð. Þetta var fyrst, man bara alveg fyrst ég heyrði að svona aðgerð, bara örugglega 2000 eða eitthvað, þá var alltaf að tala magaminkun. Það var það einhvern veginn svona heitið yfir þetta, en þetta orð magaminkun hefur bara alveg sem betur fyrir fjarað út og það byrjaði að tala efnaskipta aðgerði því að það er auðvitað það sem þetta er. Já, alveg klárlega. Og ég held að það sé ég myndi alltaf segja að það sé þetta er bæði það sem maður kallar svona restrictive, þú getur ekki borðað jafn mikið, en það er hinn faktorinn að þið langar ekki endilega að borða meira, sem er það sem skiptir mestu máli í þessu. Já. Þú ert ekki alltaf að hugsa mat og ert alltaf svangur. Já. Ég heldur reyndar eitt af því sem hefur breytt hvað mest hjá mér er það að ég get eiginlega ekki drukkið mikið meira en eitt bjór. Áfengi, bjórdrykkja hjá mér er mjög sósíal partur á mínu lífi. Ég hef verið að brugga bjór sjálfur. Ég hef gert alls konar hluti sem tengjast áfengi og bjór. Ég myndi ekki segja ég sé, dagdrykkjumaður, en ég hef alveg drukkið mjög mikið bjór yfir ræðinu. Já. Og það allt í einu, það get ekki drukkið nema eitt bjór. Það var mjög ný upplifun fyrir mig. Já, einmitt eins og hugbúnaðar fólk talar oft it's a feature, not a bug. Já. Nákvæmlega. Og það er mitt hlut að efnaskipta það. Já. Ég bara mæin á mér og bara þörfin er bara ekki til staðar fyrir meir en einn í rauninni. Og þetta gerir það bara verkum að einhvern veginn, já, þetta breytir rosalega miklu hjá þér, einhvern veginn. Og það er einmitt eitthvað sem ég skoðaði líka mjög vandlega fyrir þetta sem var einmitt út af kynningarefninu frá klíníkinni að sem sagt, að fara varlega í áfengi, þetta er einn helsti fylgikvilli efnaskiptaaðgerða er alkohólismi. Já. Og rauninni bara að fara varlega með áfengi bara sama hvort þú hefur farið í aðgerðið ekki. Það er bara... Já. En sérstaklega þá sem hafa farið í aðgerð, það er bara, þetta er einn helsti fylgikvilli þessar aðgerða, það er alkohólismi og það er eitthvað sem þarf að pæla virkilega vel í og sérstaklega með svona lifravandamál eins og ég var komin með, að þá er það náttúrulega bara, ákveðið svona, það er ákveðin bónus þar líka, að bara ég verða að halda mig frá þessu. Algjörlega. Sumarið sem ég bara líður og þú ert þarna með allt þetta efni til að undirbúa það undir þetta og svo er komin september og þá styttist í aðgerðardaginn og þú fórst út eða geti Svíþjóðar. Nei, ég gerði þetta heima. Okay. Ég fór í klíningina bara hérna heima. Einmitt, já, alveg rétt. Einmitt. Þannig að, og það er mitt bara, ég kallaði þarna viku fyrir og það var bara undirbúningur. Ég gerði sjálfum mér það að vera á í rauninni fljótandi fæði 10 daga fyrir aðgerð líka. Já. Það er ekkert endilega mælt með því frá klínikinni. Hún mældi ekkert endilega með þetta, var í rauninni bara andlega erfiðara. En fyrir mér var það bara einhvern veginn, ég ákvaða bara sjálfur að ég ætlaði að gera það. Já. Þannig ég var bara að drekka skýrdrykki og prótendrykki og þetta var líka bara þess að finna, hjá mér var þetta flossu líka bara þess að finna hvaða fljótandi fæði finnst mér gott og get ég borðað. Þannig ég sé ekki vandræði með það eftir aðgerðina. Þannig að ég setti mig bara þetta svona sem bara einn og einn partum að ég vildi bara finna þetta er maturinn sem að ég get borðað. Þetta er eitthvað sem ég langar að fá mér. Já. Og því að fyrstu vikurnar eftir aðgerð er alveg strempun þegar kemur að þessu. Já, því maður bara sjálfur þegar ég fór í mína aðgerð, mér fannst bara þetta fljótandi tímabil sem ég tók allavega í 2 vikur og ákvað það var ógeðslega leiðilegt. Þannig að hlakkaði alveg til að fara að fá mér allavega eitthvað svona aðeins meira mauk. Já, alveg. Ég er ennþá með, ég keypti mér eitthvað svona djúsprótein sem var með svona, það var svona alveg tæst bara nýsuprótein og er satt sem djúsprótein. Ég er ennþá, ég kúast ennþá ég finn lyktina af þessu. Þetta er alveg bara, ég held ég mun aldrei ekki aftur. Nei, nákvæmlega. Náttúrulega margt síðan sem breytist með svona aðgerð og einmitt bragðskyn og svona, en rétt aðeins áðurinu bara förum í allt það. Manstu eitthvað svona eftir aðgerðardeginum, bara ætir hann í morguninn og... Mætir bara morguninn og svo er
bara, nei, ég man eiginlega ekkert eftir aðgerðardeginu. Ég bara fengið inn og ég svæður og svo vaknaði ég bara í þægilegu hótelherbyggi þarna niður á gamla góða Hótel Íslandi og það sem er klíningin með þetta. Já. Frábært starfsfólk þar, hjálpaði manni með allt sem manni vantaði. Já. En ég var tiltölulega hress eiginlega strax frá byrjun, fékk mér Gatorade þegar ég vaknaði og gisti þar eina nótt og fór heim daginn eftir. Já. Og bara mér leið mjög vel. Ég var ekki mikið verkjaður, það var með þessa loftverki svona fyrstu vikuna og ég svona út af því ég var búin að vera kannski, ég held að það sé líka kannski bara ég var búin að hreyfa mig mjög mikið, ég var búin að labba mjög mikið, bara taka göngutúra. Já. Það var ég líka bara frekar fljótur að koma mér aftur aðeins á stað í göngutúra. Já. Og bara byrjaði að labba bara götuna þess í bí og bara svona, og það hafði klárlega mjög jákvæð áhrifin á þessa loftverki eftir á. En það var, ég einmitt svona vinnufíkill eins og segja, ég er búin að vera á vakt síðastliðin 20 ár sennilega. En þarna tekið ég mig bara heilan mánuð bara í algjöru frí. Já, einmitt að ég var ekkert að vinna þennan mánuð eftir aðgerð í rauninni. Pabbi var að byggja sumarbústað í Grímsnesinu og ég svona fór bara og var aðeins þar að fylgjast með smiðunum og fylgja símtöl fyrir þá og eitthvað svona og fann við bara eitthvað að gera. Já. Það var alveg, þú veist, en ég var ekki að lyfta neinu, ég var ekki að gera neitt, ég var bara svona labba rólega, passa upp á það að ég var að hreyfa mig. En engir eitthvað svona verkir eða neitt þannig eftir á önninni. Ég hef verið ótrúlega heppinn með svona fylgikvilla einhvern veginn eftir aðgerð. Þannig að, já, þið bara, líður bara vel eftir aðgerðina sem er bara rosalega gott að heyra. En sko, svo er ég alltaf með eina spurningu með sko, hvort að fólk, varstu bara ánægður með undirbúningin sem þau fekkst fyrir aðgerðina? Mjög svo. Já. Og þau samtal sem ég átti við klíningina fyrir aðgerð og öll samskipti mín við læknana og við Aðalstein og við Bríetti og þess að var alveg til fyrirmyndar sko, í öllu þar. Já, heldur þið náðu að soga inn allan hennar fróðleik og lesinu þú hefur fengið og þau færa bara þannig strax þegar það var laust tími hvað viku eftir og þau hefur samband? Nei, og ég myndi ekki mæla með því fyrir neitt. Nei, nákvæmlega. Alls ekki. Það er, það situr aðeins í mér eftir á svona, þú veist. Ef það er eitthvað sem er á verri stað andlega sem gerir það, þá finnst þið það ekki vera bara svona uppskrift af einhverju sem er mjög slæmt. Já, og allavega ég veit ekki neitt sem hefur farið í, sko, ég veit fólk sem hefur farið í genið Reykjalund og genum allt prógramið og svo hefur fengið bara, við treystum þér ekki í aðgerðalegu strax, aðeins að taka til í hausnum og fólk fær svona eitthvað til að vinna með og í stæðan fyrir að taka það til sín og bara, ok, ég ætla bara að gera það og heyra sig henni með aftur. Fólk verður oft svolítið reitt þegar, það fær þetta bara, ég er búin að fara genum allt prógramið og svo fæ ég ekki einu svona að fara. Þú veist, en að það er oft þá sem að fólk sem er með ekki andlega undirbúið undir þetta sem fer í bara offorsi í svona aðgerð annars staðar og borga bara fyrir hana. Og ég veit því miður ekki neitt sem hefur komist eitthvað vel í gegnum það að fara ekki tilbúin í hausnum. Nei, mögulega er það þannig að ég er, hvað segir maður? Ég er frekar ákveðinn. Ég er frekar fókuseraður einstaklingur. Já. Ég er mjög hlustamiðaður og ég mæti náttúrulega í fyrsta viðtali með þess að kannski bara nokkuð undirbúinn til Aðalsteins á klíninginni. Og mögulega er það þannig að hann les það bara hjá mér að ég sé bara frekar undirbúinn í því viðtali sem við eigum. Já. Og það sé ástæðan. Ég ætla svona, svo ég hengi hann og ég í þessu viðtali. Nei, nákvæmlega, algjörlega. Þú veist. Og mér finnst það kannski líka mikilvægt að það komið fram. Ég var búin að lesa hann alveg vel til. Ég var búin að gera mig nokkuð þeim grein fyrir hvað þetta var að fara að gera við mig og hvað ég þurfti að gera sjálf. Þannig að það er alveg svona, ég myndi segja að það sé alveg svona kannski, ég er alveg nefnt sem er læknum. Ég er með mikinn æfingabakgrunn, ég er með næringarfræðilega bakgrunn líka og allt þetta sko. Þannig að mögulega hefur það líka eitthvað að segja í því hvernig viðmót ég fæ
því ég labbaði minn. Já, einmitt, þetta svona ákveðin forgjöf og það bara gott. Já, og þetta svona eins og kallaði þetta á hana, þetta svona þessi forréttindi sem ég hef einhvern veginn í minni aðstöð, sem ekki þurft að hafa þetta alls ekki allir. Þetta ekki að hlaupa af þessu svona, bara, hvernig sem og það á enginn að gera það í minni. Þetta á bara að vera eitthvað sem þú verður að gera það mjög vel í grunduðu máli og þú verður að vera tilbúin í þá vinnu sem þessu fylgir. Já, það eiginlega einmitt bara rosalega slæmt að peningur einn og sér geti verið það sem að komið þér bara strax í gegnum þetta, eða komið þér strax að. Það er mjög slæmt. Já. Það er bara, það má ekki vera þannig og það er eitthvað sem virkilega þarf að passa upp á. Já, einmitt. Sko, nú er eiginlega búin að segja eitthvað svolítið að hvernig ástandi var orðið áður en nú ferð, en sko, hvað hefði bara ekki farið og ákveðið að gera eitthvað annað? Hvernig heldur að staðan væri í dag? Ég væri nákvæmlega samstað. Já. Ég væri á sennilega verri stað. Þetta var eiginlega komið þannig að ég var ekki að bara finna hvatninguna til þess að gera þær æfingar sem ég veit að ég get gert. Ég var bara ekki með andlega stjórn á inntöku af mat. Ég var farin að drekka of mikið. Ég var farin, nei, þetta hefði ekki virkað, sko. Nei, nákvæmlega. Það er bara, ég hef ekki getað gert þetta. Ekki, þetta er tækið sem ég fékk. Já, einmitt. Í gegnum þetta, sko. Já, sko, ef þú hefði tök á því núna að fara aðeins aftur í fortíðina, bara viku fyrir aðgerð, fara og hitta sjálfa þig bara og gefa sjálfu þér tips með allt sem þú veist í dag, hvað myndir þú segja við sjálfa þig ef þú verður að hitta sjálfa þig og að vika í aðgerð? Það er erfið spurning maður. Ég myndi segja fyrstu ferlinu ekki flýta þér. Þetta mun taka tíma. Já. Þetta er ekki töfralaust. Þetta fylgir þessu hellingsvinna. Já. Og það er kannski, það er svona eitt af mínum tækjum, því ég er mikill tækjakall, mikill tölvukall og svo þess. Já. Eitt af þeim tækjum sem ég er búin að nota hvað mest, og ég er búin að mæla með þessu fyrir aðra sem hafa komið til mín eftir að ég fór í aðgerðina og eru sjálfur að fara í aðgerð. Það er það að kaupa sér snjallvíkt. Já. Eiga snjallvíkt er sennilega það sem hefur haldið uppi minni eigin hvatningu þegar ég held að ég sé hættur að missa kíló. Og ég hef haldið að ég hef verið hættur að missa kíló 2 mánuði eftir aðgerð. Ég hélt það eftir 5 mánuði eftir aðgerð. Já. Ég hélt það eftir hálft ára eftir aðgerð. Ég held ennþá að ég sé hættur að missa kíló. En ég er ekki hættur að missa kíló. Já. Og því ég er með snjallvíkt þar sem ég get farið inn og ég sé hver einustu vigtun sem ég er búin að gera og ég sé að ég er ennþá að missa kíló. Já. Samt finnst mér, hausinn er svo rosalega sterkur í því að ég er búin að vera feitur í 25 ár. Hausinn er bara stilltur á það að ég er ennþá feitur. Já. Og þetta body dysmorphia, og þessi svona huglægi hlutur það að ég er alltaf feiti glaðistrákurinn. Hann er ekkert farinn, sko. Nei, ég algjörlega. Og ég held að það muni taka miklu lengri tíma fyrir mig að venja mig á það, sko, að geta ekki sagt, og því að akkurat núna er ég komin niður í 95 kíló frá því að það hafa verið 150. Já. Og ég má ekki kalla sjálfan mig feitan lengur. Nei. Og svo náttúrulega mikilvægt að hafa líka í huga með allar þessar aðgerðir, fólk lettist of mikið fyrst. Viktin fer of mikið niður og svo finnur líka minn aftur hérna. Þetta er svona pendúll sem fyrst er hann í allt of mikið í aðra áttina, svo sveiflast hann alveg í hina, svo finnur þetta eitthvað svona miðju. Já. Þannig að fólk mun, og það er ekkert áhyggjuefni þó að á tímabilið þá eins og ég var farin niður í ég held ég að fara niður bara 74 kíló eða eitthvað úr því að vera 198 og ég er einmitt, ég er 1,85 á hæð, þannig að og mér fannst það meira þess að þá ég bara svona, þetta er nú eiginlega að vera óþægilegt samt, þú veist, og svo er ég alveg, aftur, þú kom alveg 20 í viðbót aftur, þú veist, þannig ég,
endaði örugglega í 95, 100 eða eitthvað svoleiðis sem bara eðlilegt fyrir eitthvað sem 1,85 á hæð. Já. Ég tók þá ákvörðun mjög snemma, ég gerði það í febrúar, það sem akkurat halva ár eftir aðgerð, því ég horfi á og þessi vikt sé með að hún mæli líka sem sagt vöðvamassa og fitumassa. Já. Og mér finnst það líka vera mjög mikilvægt í þessu snjallviktum að mæla það. Já. Og því að eitt af því sem að setja það hjá karlmönnum, þetta er líka hjá konunum, ég ekki að taka neitt alltaf af því, er það að við viljum ekki verða, þú veist, þau eru búin að vera stór í 25-30 ár, þau eru búin að vera stóri sterki strákurinn sem getur lift hverju sem þau getur gert allt. Að þau fer að missa vöðvamassan, það getur alveg verið pínu erfitt, sko, á andliðinu. Og fyrir mér var það því ég horfði á það allt í einu að ég var farin að missa talsvert mikið af vöðvamassa eftir hálft ár. Að þá tók ég þá ákvörðun að nú ætla ég að fara að lifta. Og ég skráði mig í ultraform sem í Grafarvogi, þetta sem ég bý. Og þetta er svona svipaðar æfingar eins og, þetta er ekki alveg eins og crossfit, ég myndi segja þetta sé líkar æfingar eins og bootcamp eða eitthvað líka. Þetta eru svona high intensity æfingar, klukkutíma æfingar 3 sinnum í viku. En þjálfararnir þar gerir þetta rosalega vel. Þú gerir þetta alltaf þínum eigin forsendum, þú liftir þeirri þyngdum þú getur og fær samt hvatningu til þess að bæta þess við þig. Svona akkurat þessum svona æfingakallin sem mig vantar. Mér vantar styrka þjálfun. Það er svona bara eitthvað sem er bara hjá mér. Það er eitthvað sem ég sæki í þannig þjálfara, hvatningarþjálfara sem ýtir mér til þess að gera meira. Og það er ekki fyrir alla, þess að kannski segja það er ekki allir sem höndla það eða vilja það. En ég fer þar og hef það bara sem markmið að ég ætla, þú veist, viktin sem stendur á voginni, þyngdin sem stendur á voginni er ekki endilega það sem skiptir mestu máli. Það er það að ég mig langar að halda við vöðvamassa, mig langar að vera í góðu formi, mig langar að geta gert hluti sem ég geti gert mjög langar tíma. Mig langar að geta hjólað, mig langar að geta hlupið, mig langar að geta labbað, mig langar að geta synt og gert þessar hluti sem ég á að geta gert. Já, nákvæmlega. Sko svona eftir á núna þegar þú búin að missa þessa þyngdalla, finnst þér bara sambönd við annað fólk, bara við maka, börn, fjölskyldu eða vini eða bara vinnufélaga, finnur þér annað viðmót einhvern veginn? Já, klálega, alveg klálega. Það er mjög mikið þetta sem ég held að margir sem að gangi í gegnum þetta eru bara, vá, er allt í lagi. Ég hef alltaf verið með opinn með að ég hafi farið aðgerð. Og það hefur ekki verið neitt feimnismál hjá mér. Ég hef ekki sagt neinum að neini, ég bara tók með þess á. Mér finnst það að vera svo ósanngjarnt gagnvart þeim sem eru að koma í gegnum þetta, að vera í mikið ofþyngd, að sjá fólk sem að fer í aðgerð og það neitar síðan að hafa farið í aðgerðina. Og mér finnst miklu frekar að ég hef verið hvatning og því ég hef áhrif á það mikið af fólki í mínu daglega lífi. Og bara í því, þú veist, ég er það mikið í félagsstörfum og svoleiðis dóti að, þú veist, ef ég allt í einu bara það hverfur einn þriðji af mér og ég er ekki, þú veist, segi ekki frá bara hvað ég hef gert, þá hef ég ekki þau áhrif sem ég get haft á annað fólk. Mér finnst bara miklu skemmtilega að ég geti sagt frá, ég geti látið vita af því hvað það er sem að, þú veist, hvað ég hef gert og ég veit marga sem hafa ég veit 3 heldur sem hafa farið aðgerð út af því að það sé breytingur á mér. Já, nákvæmlega, vera hvatning fyrir aðra. Og að því ég veit líka, eins og talar þetta, ég veit alveg manneskir sem að eru búin að fara í svona aðgerð, en eru að segja út af við allar bara, nei, ég tók mig bara á, þú veist, bara ákvað bara hætti bara allir nammi og það fór að gera þetta, fór að hreyfa mig og það voru að missa 100 kíló á einu ári og það segist ekki hafa farið í aðgerð, þú veist, þegar maður veit betur, það er náttúrulega ekki mitt að brjóta ykkur trúnað og svo leiðist, þannig ég er ekkert að leiðrétta við herðu, ég veit nú þig, þú veist, en mér finnst þetta samt svo, finnst eiginlega maður sem næstu að ljúga meira sjálfur sér heldur en öðrum, en maður er að segja að fólki að maður hafi gert þetta bara sjálfur. Algjörlega, en mér finnst líka bara, sko, þú veist, ég fæ bara miklu meira tilbaka af því að vera heiðarlegur. Já, algjörlega. Það er bara mín, bara eins og þú ert með þetta podcast, og ég held að podcastið hjá þér hafa svona þú veist, ég er aldrei að fara að segja neinum að það sé einhver svona golden ticket lausn bara, þetta er eitthvað sem þú bara, þetta rettar öllu, þá þetta geta pælið þessu meira, þú veist, ég mun vera að ströggla þetta allavega og ég veit það, þetta er eitthvað sem ég þarf bara að fíla við. Og það sem fólk þarf bara að átta sig á líka með að fara í svona aðgerð, þetta er ekkert bara eitthvað tímabundið sem þú þarft að fara í gegnum eftir aðgerðina, þú þarft að breyta lífstílnum fyrir lífstíl.
fyrir lífstíð, sko lífstílsbreyting ekki eitthvað svo sko lífstílbreyting, þá breytir lífstílnum þínum bara það sem eftir ævinnar og það þarf að gera það. Algjörlega. Ég bara 100% sammála þeirri nálgun í þessu. Já. Og það bara fyrir mér, það bara ótrúlega, mikilvægt að bara segja fólki frá og vera bara rosalega heiðarlegur með það. Og bara, þetta er bara til bóta fyrir fleiri, ef þú gera það þannig. Algjörlega. Hefur einhvern mann læst að einhver eftirsjá að hafa gert þetta? Ekki sekúndbrot. Svona helstu, ég myndi segja hvað sem helstu fylgikvillarnir mínir hafa verið, ég er búin að fá þetta sem heitir dumping eða eitthvað álíka því það sem ég kannski, ég man þetta, ég fór á tónleika þau verið í desember og við hittumst vinnufélagarnir og erum að fara á tónleika. Já. Og við hittumst á veitingastæðinu í bæ og allir fá sér hamborgara. Ég hugsa, nú er ég hættur á maukfæðinu, nú má ég alveg fara að borða eitthvað venjulega mat og ég kaupi mér hamborgarinn í bæ. Og við erum að alveg kokk sem þetta ekkert litlir hamborgarar heldur, sko. Ég held ég að við náða að koma honi með einum þriðja hamborgaranum, en þetta var svona 10 sinnum meiri fita í þessum hamborgara en ég hef borðað sennilega bara síðan ég fór í aðgerðina. Já. Og ég var svo lasinn eftir þetta. Mér leiði svo illa, ég var svo verkjaður og ég var bara með kaldan svita og bara, mér leiði hræðilega. Já, og þetta fyrir tónleikana, færði borgara og svo tónleika. Og svo satt ég allir tónleikana, sko. Og einhvern veginn, fyrst á tónleika í Hörpu og rosa gaman hjá mér og ég var að þjást. Eftir tónleikana, það sem ég hef ekki heyrt marga að gera þetta er kannski bara bitthausin í mér, sko. Margir sem fá svona þessi viðbrögð, þeir leggjast bara niður og ég er bara að sofna, sko. Ég lenti í þessu einu sinni, ég var í útlöndum, var í vinnuferð og fekk svona líka þá, þar sem ég var búin að vera úti allan daginn einhvern veginn og við endum á einhverjum veitingastað aftur með vinnufélögunum og það eina sem einhvern var í boði voru franska með eitthvað svona dóti og einhverjum osti og einhverju dóti og ég fæ mér þetta og ég verði ekki svo rosalega lasin og ég endaði á því að ég labbaði næstu 20 kílómetra eftir til þess að losna við þannig í staðinn fyrir að leggjast niður og slaka á að þá fer ég út að gera eitthvað. Já. Maður segir miklu frekar fyrir þess að fólk bara, ég fara niður upp á hótelherbergi, ég bara hefði ekki átt að borða, ég leggjast aðeins niður. Það er ekki margir sem einmitt var bara í svona gönguferð, en það vonandi gerði þessi. Ég get mælt með því, þetta virkar. Þetta slæri eiginlega frekar að frekar slæri á það, sko. En þetta er svona einu skiptin eiginlega sem ég hef lent í þessu og það er sem verstu áhrif á mig er mjög feitur matur, það bara funkar ekki í mig, sko. Ég get ekki borðað mikla fitu. Kolvetni er ekki jafn erfið, sko. En mjög feitur matur og svona stórar steikur og svona dóttar í, það er eiginlega algjört nóg. Við vorum til það er mega Dominos núna og við keyptum okkur pítsu í gerð, ég borðaði 2 sneiðar og svo bara, nú erum við búinir, við fáum okkur ekki meir í dag. En maður líka lærir að þekkja bara, ok, þarna er tilfinningin, nú stoppum. Og líka með segja bara stopp. Það er ekkert. Er eitthvað sérstakur matur sem kom þér óvart að þú getur ekki borðað núna sem bara hissaði á hvað skrýtaði ég get ekki borðað þetta? Franskar. Og bjór. Ég hafði ekki gert mig grein fyrir ég gæti alltaf borða franskar og bjór. Það er svona þetta tett sem ég bara svona, ok, þetta er bara, við erum ekkert að fara að borða neitt mikið. Nei, það heila kombo, sko, bara, nei. Bara fá þessi snakk og bjór. Þetta er svona eitthvað sem ég er mjög duglegur að fá mér, en núna bara nei. Ég fæ mig kannski bara svona, ég myndi segja 1 lúkufyllilega snakki og þá er það bara, þetta er bara fínt. Og ég hef alveg lett því að bara ef ég fæ mér, það er eitthvað svona, eitthvað partí í vinnunni eða eitthvað staðar og ég fæ mér bara, segjum bara, smá snakk, þá er ég bara búinn að borða. Ég er ekki bara að borða meira, mæna mig fer bara í hnú. Þá er ég bara, þá get ég ekki borða meira restina kvöldið. Já, það er líka eitt sko í manni að því að fólk áða til náttúrulega að borða of mikið af ykkur svona eins og frönskum eða snakkið ykkur og ég man bara eftir, sjálfur þegar ég var að Reykjalundi þá fór maður í, sko, það var eitt þar allavega sem að fengi allir bara eina rúsinu í hendina og bara setja hann upp í ykkur og gerði hvað sem þið viljið við hann í munnunum en ekki kinginu strax, bara hafið hann upp í ykkur, bara ekki kingja og svo bara liðið 5 mínútur eða eitthvað og svona
Og svo bara, já, ok, nú megið þið kyngja. Já, hvernig líður ykkur? Er ekki með fullta rúsinubragði í munninum og þú veist svona, bara, jú, einmitt. Þetta var svona bara ein rúsina, sko. Það er svona, í staðan fyrir að sko, bara dæla upp í sig ykkur. Það er alveg hægt, en þetta er basically verið að kenna mann aðeins bara að slaka á og njóta bitans. Já, og það er bara klálega. Og ég fór myndi á einhvern svona fínan veitingastað með bræðrunum mínum í sumar. Og það var svona mjög mikið af litlum réttum. Já. Ég held að það verið sko 18 réttir eða eitthvað. Það var svona kjánalega mikið. Já. En hver réttur var basically ein teskið. Já. Og ég hugsaði, þetta er fyrir mig. Nú er ég mættur. Já, ég fæ öll brögðin. Það er bara ein teskið af hverjum rétti. Og við vorum að 3 klukkutíma að borða eitthvað svona mat. Já, og þegar þú talar eina teskið, það var það bara rétturinn fyrir alla, ein teskið. Já, bara rétturinn á mann var basically ein teskið. Það var svona hver rétt. Og þeim þótt þetta hálf kjánalegt, ég var þetta fullkomið. Já, ég gæti einmitt trúa því ef þetta svona að fólk fær bara eina teskið af einhverju, það hlýtur aðeins að einbetta sig meira hvernig þetta ráð, nú ætlum ég að pæla þess í þessari, það er örugglega lengur að bara með þetta í munnum til að smakka. Þetta var alveg klálega þannig, og þú væri einmitt bara pælir miklu meira í bara bröðunum þínum og svoleiðis. Og svo náttúrulega kannski líka það sem er að það sem oft talað að ég fattaði ekki strax að svona bragðskynið breytist. Ég hef ekki meðvitað tekið eftir því, en það gerir það samt. En kannski erfitt að segja frá því. Mér finnst ákveðin hluti bara ekkert góður. Það er bara ekki, en það er meira, ég get ekki bent á það samt nákvæmlega hvað það er, en ég bara sækja ekki í ákveðna hluti. Mér finnst það bara ekki góður líka. Já. Man bara allavega Hjörtur Skurðarson sagði við mig að þegar maður er búin að fara svona aðgerð þá er meira að sækja í það sem mann þarf. Já. Ég langar minna í það sem að gera þér ekki gott. Nákvæmlega. Og það er einmitt skýrdrykkirnir frá Ísey einmitt alveg dæmið það. Það er eitthvað sem ég langar oft í. Mér aldrei langar í skýrdrykk frá Ísey á ævinni. Bara það hefur aldrei verið. En þetta er eitthvað sem ég sé bara, það er alltaf til í nýskop bæði Propöld, próteindrykkirnir og Ísey skýrdrykkirnir. Já. Og ég hlustaði mitt mjög mikið á það að þú veist að taka innast í 1 gram per kíló svo af próteini. Já. Og ég var mjög strangur við mig í byrjun sérstaklega að ég var að reyna að borða mjög próteinríkan mat og þar voru þessir Ísey skýrdrykkir og hleðslur og þetta dótari. Það getur drukkið 3 hleðslur yfir daginn og þá ertu eiginlega búin að taka inn allt prótein sem þið vantar. Það var alveg svona, þegar maður getur alveg fengið líka bara svona gera leið á því að borða og vera að pæla mikið í matnum og þá ertu með þetta sem svona svindl að geta bara fengið þér eina hleðslu sem er með 33 grömmum af próteini og þú bara, þá er það komið, þá eru búin að uppfylla próteinskattinn. Já. Kannski ein bara forvinnuspurningu með þetta þegar þú kemur að þú tekur mánuð í frí í vinnunni svo kemur aftur að það er mjög mismandi hvernig fólk vinnur þú ert ekki bara í kyrrsetu skrifstofu starfi, þú ert að fara á hina þessa stað að setja upp afgreiðslukerfi. Nei, ég gera flest vinna mínir einu öll bara í sæti, ég í yfirtöku á flestum kössum og svoleiðis sem ég er að vinna. Það er voða sjaldan sem ég er eitthvað á skruðarninu undir borði í einhverjum búðum. Ég sá fyrir að væri einmitt þar, setja upp einhverjar afgreiðslutölvur og svona þannig. Það er yfirleitt ég sit alveg ofboðslega mikið í vinnu sem fer mér mjög illa. Já. Svona líkamlega. Ég þarf að hreyfa mig. En nú er komin hvað er ár frá aðgerð hjá þessu núna? Já, 1 ár og 1 mánuður. Já, 1 ár og 1 mánuður. Og hvernig er lífið í dag? Bara æðislegt. Það er bara, ég lifi æðislu lífi. Ég er farin að ganga á fjöll. Ég næ meira sér að skokka upp á Esjuna sem er eiginlega eitthvað sem ég hef aldrei getað trúað að ég geti sagt. Ég skráði mig í hjólreiðakeppni í sumar og ætlaði mér að hjóla 100 km en hjólið bilaði eftir 65 en ég vissi það að ég hefði getað klárað þetta. Ég er eiginlega bara að leita að næstu vitleysu hjá mér, það sem ég ætla að segja mig og gera einhverju vitleysu, hvort það er einhver hlaup eða eitthvað. Ég er búin að hlaupa líka og það er eitthvað sem ég hef alltaf sagt að ég hleyp ekki, ef þú sér mér hlaupa þá myndi ég líka byrja að hlaupa og það er sem eitthvað mjög stórt að elta mig. Þannig að það er alltaf verið bara, ég hleyp ekki en allt í einu bara er ég farin að hlaupa sem ég finnst eiginlega hálf ótrúlegt.
Já. Þannig að það ég myndi segja bara, já, líkamlega heilsan og andlega heilsan á alveg ótrúlega góðum stað. Þannig að ég hefði ekki verið á þessum staði, ég hef ekki gert þetta, verið að segja. Hjalti G. Hjartarson, frábær loka orð og kærar þakkir fyrir að gefa þér tíma til að segja þína sögu hér. Takk sömuleiðis og takk fyrir að vera hvatning, sérstaklega fyrir kallmenn í þessari stöðu. Það er aftur eitthvað sem að mér veist vanta. Það held ég þetta var sagan hans Hjalta G. Hjartarsonar og ég segi bara takk sömuleiðis Hjalti fyrir að vera hvatning líka með því að koma hér og segja þína sögu í þessu hlaðvarpi. Og eins og hann sagði sjálfur í þessu viðtali þá bara hélt hann að kallmenn væru ekki að fara í svona efnaskipta aðgerðir, að þetta væri eitthvað bara fyrir konur, en það er sko fjarri lagi og eins og rættum henni í viðtalinu þá er þetta ekkert með það að gera að konur sé eitthvað verra ástandi en kallmenn varðandi ofþyngd, bara síður en svo og ég bara þvert á móti. En konurnar eru bara mun duglegri að gera eitthvað í sínum málum og ég held að kallmenn séu miklu meira alltaf bara þetta bara reddast. Ég minni svo bara aftur á netfangið mitt, gunsi@gunsi.is ef að þú vilt koma ykkur upplýsingum til mín eða jafnvel bara segja þína sögu hér í þættinum. En ég læt þetta verða loka orðin að sinni. Gunnar Ásgeirsson þakkar kærlega fyrir sig. Þetta er hlaðvarpið Litli Mallakúturinn.